Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn, gestir og aðrir áhorfendur. Ég býð ykkur hjartalega velkomin til þessa 215. fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar og segi fund hér með settan. Að þessu sinni eru mættir til fundar aðalmenn Guðveig Eyglódóttir, Davíð Sigurðsson, Finnbogi Leifsson, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir, Magnús Smári Snorrason, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og sú sem hér stendur Lilja Björg Ágústsdóttir sem einnig stýrir fundi. Varamaður á þessu sinni Sigurður Guðmundsson í fjarveru Silju Eyrúnar Steingrímsdóttur. En á þessum ágæta fundi eru 35 mál á dagskrá og okkur ekkert að vanbúnaði og ég býð þó bara sveitarstjóra velkomin í pontu til að fara með skýrslu sína á þessum fundi. Já, kæri forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, þessi hefð góð sem við höfum farið núna af stað með varðandi skýrslu sveitarstjóra. Þar sem ég segi ykkur frá því helsta sem hefur drifið á dagina í sveitarfélaginu og þau málefni sem við erum að vinna undanfarinn mánuð eða síðan síðasta skýrsla var gefin. Það eru ákveðin framkvæmdum að ljúka í Borgarbyggð, meðal annars við grunnskólann í Borgarnes, endurbyggingunni þar, lagfæringum á lóð leikskólans í Hnoðrabóli á Kleppjárnsreykjum og gerð gervigrasvallar á Kleppjárnsreykjum á dagskrá núna í ár og frágangur á grunnskólanum þar. Eða grunnskólalóðinni. Á síðasta fundi byggðarráðs var sveitarstjóra falið að láta rýna mannfjöldaspá Borgarbyggðar og uppfæra áætlun hversu mikið við þurfum að fjölga leikskólaplásum sem munu myndast á næstu árum eða til 2030 lengur. Og einnig var mér falið að undirbúa íbúakynningu á skýrslu uppbyggingu íþróttamannvirkja og frumhanna svæði íþróttamannvirkja í Borgarnesi. Við áttum fund með nefnd stýrihópum þessi mál og starfsmanni verki sem við munum halda slíkan fund aftur fljótlega þar sem við horfum aftur meira fram á næstu skref. Aparólu var sett upp á Hvanneyri, það skemmtilegt verkefni þar sem að nemendur söfnuðu fyrir framkvæmdinni fyrir aparólunni og síðan voru sett upp á áhaldahúsinu. Þannig að þetta var samstarf nemenda og áhaldahúsins eða Borgarbyggðar. Það var glæsilegt að þau hafa gert þetta. Síðan verið að laga göngustíg frá Klettaborg að Hrafnakletti og frekari uppbyggingu göngustíga náttúrulega í sjónmáli síðar eða næstu árin. Gangstéttin á Borgarbrautin var lögð og hún fín hellulögð og flott. Það nokkuð hátíðarhöld núna þegar það búið að létta af samkomutakmörkunum. Lýðheilsugöngur voru í maí í samstarfi nýstofnað ferðafélag Borgarfjarðarhéraðs og var virkilega vel mætt í þessar göngur. 17. júní verður haldinn hátíðlegur víðsvegar sveitarfélagið og ánægjulegt að segja frá því að við getum gert meira núna heldur en síðasta ári og fleira geta tekið þátt eða komið og verið á staðnum. Það er náttúrulega upplýsingar þetta inn á heimasíðu Borgarbyggðar. Helgina stendur Hollvinafélag Varmalands fyrir Varmalandsdögum. Það bara mjög metnaðarfullt dagskrá þar og ég hvet ykkur til að kíkja á það. Þar sem við erum nú að fara í sumarfrí, sveitarstjórnin er að fara í sumarfrí, verður í sumarfrí í júlí. Líka ágætt að láta ykkur vita því að helgina 9. til 11. júlí þá verður eiginlega stærstu hátíðirnar eða stærsti dagurinn í hátíðarhöldum og þá verður bæði fjórðungsmót Vesturlands haldið á hestamannasvæðin okkar og hinsegin dagar og í báðum þessum tilvikum erum að ræða einstaklingsframtak sem við tökum svo bara þátt í að styðja og styrkja. K100 verður svo með okkur síðasta föstudaginn í mánuðinum, í júní og markaðsefnið farið að byrja að rúlla. Við sjáum það kannski ekki allt á samfélagsmiðlum þar sem sumuð af því ekki beint, alveg beint að núverandi íbúum. En vonandi heyrið þetta og sjáu þetta annars þar. Húsnæðismál, samræður eiga sér stað núna á milli leigutaka og byggðarráðsfulltrúa vegna Brákareyjar þeirra framtíðarsýn og áætlanir.
og áttum við bara 2 góða fundi í dag og vonandi, og það eru fleiri sem hafa óskað eftir fundum þannig að við þurfum að skipuleggja þá. Ástandsskoðun á Digranesgötu 2 hefur farið fram og var mér á síðasta fundi Byggðarráðs falið að ganga frá kaupsamningi við Arion banka með tillit til ástandsskoðunar og við gerum ráð fyrir að það leysist á farsælan hátt. Við erum mikið að skoða almenn húsnæðismál en við sjáum það núna að áhaldahús og dósamóttakan, við erum með mögulega lausn í því og erum að vonast eftir að geta farið lengra með það bara núna næstu dögum. En dósamóttakan hefur hafið störf núna tímabundið og með starfsstöð við slökkvistöðin á Sólbakka. Aðeins að safnamálum og tengt húsnæðismálum líka. Verslun Öldunar hefur komið sér fyrir í safnahúsinu og bara við bókasafnið og verður bara gaman að sjá hvernig það samstarf mun ganga og þau eru þarna þá í húsnæði þar sem mikið líf og það eru aðilar að koma inn og hvet ykkur til þess að kíkja á þau. Í sumar ætla svo Landbúnaðarsafn Íslands á Hvanneyri, Safnahús Borgarfjarðar og Snorrastofa að taka höndum saman og bjóða upp á það ef þú kaupir þér aðgang inn í eitt safni þá færðu aðgang í hin 2. Þannig þetta bara skemmtilegt samstarf og þá það þannig að þú hefur þá mér skilst mánuð til þess að fara í hinn söfnin. Skólaslit voru í öllum okkar skólum núna í þessari viku og vinnuskólinn að hefjast og GBF eða Grunnskóli Borgarfjarðar tók á móti grænfánanum í síðustu viku og það bara virkilega skemmtilegt. Aðeins atvinnumál. Það virðist vera lítið atvinnuleysi í sveitarfélaginu, ég ekki með nýjustu tölur en miðað við það að það vantar starfsfólk á mjög mörgum stöðum og lítil aðsókn var í störf á vegum sveitarfélagsins, bæði störf fyrir fólk sem háskólanema og svo líka 17 ára ungmenni og fleiri átök sem hefur verið í gangi á Vinnumálastofnun til dæmis. Þá eru aðeins 5 starfsmenn sem eru hjá okkur sem námsmenn, sem eru að taka úrræði fyrir námsmenn og 1 ungmenni sem starfa hjá okkur sem 17 ára. En það eru sumastörf námsmanna það eru 3 sem eru að vinna hjá þjónustumiðstöðinni á Áhaldahúsinu og það eru 2 í Ráðhúsinu, annar aðgengisfulltrúi sem þá að skoða aðgengi að stofnunum og opnum svæðum í sveitarfélaginu og svo annar nemandi annar starfsmaður, sumarstarfsmaður sem að meta eða halda áfram að þá vinnu sem við vorum í fyrra varðandi heimsmarkmiðin og að vinna loftslagsstefnu fyrir okkur, næstu skref eftir sumarverkefni sem við vorum í fyrra. En það verkefni kom rosalega vel út þá og viljum við halda áfram með það. Í gær voru svo útskrifaðir 23 slökkviliðsmenn í þessum sal og það bara ótrúlega flottur árangur og vil ég bara hrósa bæði slökkviliðsmönnunum og óska þeim til hamingju og hrósa slökkviliðsstjóra og þeim fyrir þeim slökkviliðsmönnunum fyrir að taka þetta á þetta plan sem þeir eru búin að gera og taka þátt í þessu. Síðast en ekki síst ætla ég bara að segja frá Öldunni sem að safna fyrir snjallbúnaði til þess að hægt sé að hjóla víðsvegar heiminn með því að vera bara heima í stofu fyrir þá starfsmenn Öldunar. Og þetta náttúrulega partur í lýðheilsu, bættur í lýðheilsu þeirra starfsmanna. Þannig að þetta bara virkilega ánægilegt og verður flott að fylgjast með þessari söfnun. Kærar þakkir. Takk fyrir þetta Þórdís og við vindum okkur þá í annan lið á dagskrá sem ber heitið Kosningar samkvæmt samþykktum borgarbyggðar í júní 2021. En við þurfum á hverju ári að endurnýja umboð í ákveðin embætti og gerum það hér með. Að ræða kosningu forseta sveitarstjórnar og fyrst og annars
varaforseta til 1 árs, kosning aðalmanna í byggðarráð til 1 árs, kosning varamanna í byggðarráð til 1 árs og kosning 5 fulltrúa á aðalfund samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi til 1 árs og 5 til vara. Það var fyrst borin upp sú tillaga að forseti sveitarstjórnar til einmitt. Hérna þarf kannski að gæta ákveðnum hæfisreglum og ég held að svona í ljósi þess, það spurning. Nei, gera ekki athugasemd við það þó að forseti beri þetta upp að því hér að ræða alla sem að stýra þessu á fundunum en allavega það skulum við bara vinda okkur í kosninguna. Kosning forseta þá liggur fyrir sú tillaga að forseti sveitarstjórnar til 1 árs verði Lilja Björg Ágústsdóttir og biður þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá liggur fyrir sú tillaga að annar varaforseti sveitarstjórnar til 1 árs verði Magnús Smári Snorrason og það er samþykkt samhljóða og það liggur fyrir að annar varaforseti sveitarstjórnar verði Finnbogi Leifsson og ég bið þá fulltrúa sem samþykki það vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga aðalmenn í byggðarráði til 1 árs. Forseti ætlar að leyfa sér að lesa upp bara alla fulltrúa í einu ef fundarmenn gera ekki athugasemd við það og það er lagt til að Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir verði formaður byggðarráðs, að Lilja Björg Ágústsdóttir verði varaformaður byggðarráðs og aðalfulltrúi verði Guðveig Lind Eyglóadóttir og þá verði áheyrnarfulltrúi til 1 árs Magnús Smári Snorrason og að varamenn í byggðarráði verði eftirtaldir Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson og Davíð Sigurðsson og vara áheyrnarfulltrúi verði Logi Sigurðsson og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þessa skipun vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er lagt til að aðalfulltrúar á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verði aðalmenn Lilja Björg Ágústsdóttir, Magnús Smári Snorrason, Davíð Sigurðsson, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir og Þórdís Sif Sigurðardóttir og framlögð tillaga að varamenn á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi verði Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Logi Sigurðsson, Finnbogi Leifsson, Orri Jónsson og Eiríkur Ólafsson og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja þessa tillögu vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Forseti gefur orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs og þá vindum okkur yfir í 3. lið á fundadagskrá. En það er kvennaatkvæði umsókn rekstrarstyrk fyrir árið 2021, afsakið. En þar liggur fyrir afgreiðsla 115. fundar velferðarnefndar og nefndin leggur til að hið mikilvæga starf kvennaatkvæðisins verði styrkt 120.000 krónur. Og forseti gefur orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá bið ég þá fulltrúa sem að staðfesta það að styrkja kvennaatkvæði 120.000 krónur vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 4. lið á dagskrá. Hann er númer 21.05.018 og ber heitið samningur atvikaskráningu á óhöppum og slysum. En þarna er að ræða afgreiðslu frá 562. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar og var lagður fram samningur við Vátryggingafélag Íslands skráningu á slysum og óhöppum sem uppkoma í starfsemi fyrirtækja og stofnana Borgarbyggðar. Og var sveitarstjóra falið að undirrita samninginn fyrir hönd Borgarbyggðar og liggur þessi samningur nú fyrir fundinum til staðfestingar. Og forseti gefur orðið laust þennan fundarlið. Það er enginn sem kveður sig hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs og fyrirliggjandi samning dagsettur 7. maí 2021 við Vátryggingafélag Íslands skráningu á slysum og óhöppum sem uppkoma í starfsemi fyrirtækja og stofnana Borgarbyggðar og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 5. lið á fundardagskrá númer 21.05.033 en það eru samningar gagnkvæma aðstoð á milli SB og SHB og það er að ræða afgreiðslu 562. fundar byggðarráðs Borgarbyggðar
og þar voru umræddir samningar lagðir fram, hins vegar á milli slökkviliðs Borgarbyggðar og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Og byggðarráð fól sveitarstjóra einnig að undirrita þá samninga og þeir liggja hér fyrir fundinum til staðfestingar í dag. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs og fyrirliggjandi samning milli slökkviliðs Borgarbyggðar og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins gagnkvæma aðstoð. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að 6. lið á fundardagskrá og það liður númer 2105-148 og ber heiti skráning byggingafulltrúa hjá HMS. En vegna starfsloka byggingafulltrúa er nauðsynlegt að skrá nýjan byggingafulltrúa hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og enn hefur ekki verið lokið við ráðningu byggingafulltrúa og því er lagt til að Guðný Elíasdóttir, deildarstjóri skipulags- og byggingamála, verði starfandi byggingafulltrúi þar til að ráðningarferli lýkur. Og ég gef orðið laust þennan lið. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að Guðný Elíasdóttir verði skráð sem byggingafulltrúi Borgarbyggðar hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 7 á fundardagskrá og hann er númer 2105-166, sumarleyfi sveitarstjórnar 2021, en þar liggur fyrir afgreiðsla 563. fundar byggðarráðs Borgarbyggðar, en þar er lagt til að fella niður fund í júlí hjá sveitarstjórn vegna sumarleyfa og síðasti sveitarstjórnarfundi fyrir sumarleyfi verði því 10. júní og fyrsti eftir sumarleyfi verði 12. ágúst. Byggðarráð staðfestir að fella niður fund byggðarráðs sem halda á 17. júní og að fundir byggðarráðs verði haldnir annaðhvort 5. júlí, það er 8. júlí og 22. júlí. Fundir verði með reglubundnum hætti þar fyrir utan. Byggðarráð gerir ráð fyrir að nefndir sveitarfélagsins fundi alla jafna ekki í júlí nema starfsmenn og formaður nefnda telji ekki mögulegt að fella niður fund. Og orðið gefið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fella niður reglulegan fund sveitarstjórnar 8. júlí næstkomandi og felur byggðarráði að fullnaðar afgreiðslu mála frá og með 11. júní næstkomandi. Fundir byggðarráðs fram til loka júlí verða 24. júní, 8. júlí og 22. júlí. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Það þeir sem á móti kunna vera. Það einn fulltrúi sem situr hjá. Þá erum við komin að lið 8. Hann er númer 2103-071 og ber heiti umsókn svæði til hrossabeitar. Þar er að ræða afgreiðslu 24. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar, en þar samþykkir nefndin leigusamning við Ásgeir Ásgeirsson beitiland fyrir hross á Varmalandi og vísar endanlegri afgreiðslu til sveitarstjórnar. Forseti gefur orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi leigusamning dagsettan 10. maí 2021 við Ásgeir Ásgeirsson beitiland fyrir hross á Varmalandi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. lið á fundardagskrá, númer 2003-167. Hann ber heiti Borgavogur og Dílatangi og tillaga breyting á aðalskipulagi Borgarbyggðar frá 2010 til 2022. Þar að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar, en þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingatillagan dagsett 11.5.2021 tekur til skipulagssvæða Borgarvogs og Dílatanga í Borgarnesi og voru skipulagstillögur svæðanna kynntar samhliða. Forseti gefur orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guðmundur Freyr.
forseti og getu sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langaði bara að benda á ástæðuna af hverju þetta að koma aftur inn, því að þetta eru skipulög þarna, næstu 2 deiliskipulögin líka, það að koma inn vegna þess að það þarf að taka þetta í réttri röð, að deiliskipulagið hafði komið á undan aðalskipulaginu og þetta byggir deiliskipulag á þá gildandi aðalskipulagi. Það er ástæðan fyrir því að við erum að fá þetta aftur inn, vegna athugasemdar Skipulagsstofnunar. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Ég gef orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi breytingatillögu dagsetta 11. maí 2021 á aðalskipulagi Borgarbyggðar samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem tekur til skipulagssvæða Borgarvogs og Dílatanga í Borgarnesi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 10. Hann er númer 20.03.217 og ber heiti Dílatangi í Borgarnesi, tillaga deiliskipulagi. Þar er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur nefndin til og samþykkir tillögu að deiliskipulagi Dílatangi sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem voru gerðar með tilliti til umsagnar sem bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagið samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Forseti gefur orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi Dílatanga samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem auglýst hefur verið samkvæmt 41. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagnar frá lögbundnum umsagnaraðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá erum við komin að dagskrárlið 11 og hann er númer 20.03.168 og ber heiti Borgarvogur í Borgarnesi tillaga deiliskipulagi. Það er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar samþykkir nefndin tillögu að deiliskipulagi Borgarvogur sem hefur verið auglýst samkvæmt 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 með breytingum sem voru gerðar með tilliti til umsagna sem bárust frá lögbundnum umsagnaraðilum en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagið samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi Borgarvogs samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem auglýst hefur verið samkvæmt 41. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna frá lögbundnum umsagnaraðilum en þeir breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 12. lið á fundadagskrá. Hann er númer 21.05.203, Kotstekkás, Munaðarnesi, nýtt deiliskipulag. En þar er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi lýsingu til auglýsingar fyrir Kotstekkás í Munaðarnesi í samræmi við 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi lýsingu til auglýsinga fyrir Kotstekkás í Munaðarnesi samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og bið ég alla fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Hún
er samþykkt með 8 atkvæðum, einhver sem kann að vera mót, hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, sem sagt. Þá erum við komin að 13. lið á fundardagskrá. Halldór Lóa víkur að fundi undir þessum lið. Liðurinn er númer 21.05.011 og ber heiti Frístundasvæði í landi Húsafells 3. Þar að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og bygginganefndar, en skipulags- og bygginganefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi óverulega breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í Húsafelli 3. Breytingatillagan er sett fram í greinargerð og uppdrætti dagsettur 24. apríl 2021 og málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og forseti gefur orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Já, forseti og fundamenn, ég komst að því þegar ég var að undirbúa fundin að það eru svo fá mál sem verða eftir í fundagerð skipulags- og bygginganefndar að ég er eiginlega bara að koma sem oftast upp svona yfir fundin til þess að kynna fundagerð skipulags- og bygginganefndar. En mér langar bara aðeins að tíunda þau atriði sem kemur fram að ég breyta í þessari óverulegu breytingu á deiliskipulagi upp í Húsafelli. En þetta eru atriði sem varða lóðamörk og byggingarreiti, það er verið að aðlaga að landslagi og svo er verið að stækka hámarksstærð aukahúsa úr 20 til 25 fermetra upp í 30 fermetra og svo eru fleiri svona tæknilega atriði varðandi til dæmis hámarkshæð og mænistefnu á húsum. En þetta er sem sagt nýlegt deiliskipulag, þetta er óbyggt svæði þannig að það er enginn sem hefur hagsmuni nálægt nema landeigandi sjálfur sem er sjálfur umsækjandi í þessu tilfelli. Bara svo það komi fram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Nei, svo er ekki. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi óverulega breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í Húsafelli 3. Samkvæmt greinargerð og uppdrætti dagsett 24. apríl 2021. Málsmeðferð skal vera samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 3. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá má Halldór Lóa koma aftur inn á fundin. Þá erum við komin að lið 14 á fundardagskrá. Hann er númer 21.05.204 og ber heiti Stafholtsveggir 2, landnúmer 1941-29, nýtt deiliskipulag. Það er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og bygginganefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu fyrirliggjandi deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustu í landi Stafholtsveggja 2 til auglýsingar. Unnið er að breytingu á aðalskipulags borgarbyggðar frá 2010 til 2022 samhliða. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og ég gef orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn borgarbyggðar samþykkir tillögu að fyrirliggjandi deiliskipulagi fyrir ferðaþjónustu í landi Stafholtsveggja 2 til auglýsingar. Málsmeðferð skal vera samkvæmt 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 15 á fundardagskrá og hann er númer 21.04.05.6 og ber heiti Þórdísarbyggð 31, landnúmer 1940-17, að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðar í landi Stangarholts. Var það á 25. fundi skipulags- og bygginganefndar
sem málið var tekið fyrir og leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi óverulega breytingu á deiliskipulagi fyrir Stangarholt í Borgarbyggð, frístundabyggð 2002. Breytingatillaga var sett fram í greinargerð og uppdrætti frá 9. apríl 2021. Málsmeðferð verður í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga frá nr. 123 frá 2010. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljós. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi óverulega breytingu á deiliskipulagi fyrir Stangarholt í Borgarbyggð samkvæmt greinargerð og uppdrætti dagsett 9. apríl 2021. Málsmeðferð skal vera samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhliða. Og þá erum við komin að lið 16 á fundadagskrá. Og hann númer 20.03.178 og ber heiti Vindmyllur á Grjóthálsi. En þar að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu vegna vindorkugarðs á Grjóthálsi verði hafnað. Yfir 70 athugasemdir bárust á kynningatíma lýsingar og mikil andstaða við framkvæmdina. Jafnframt telur nefndin mikilvægt að sveitarfélagið setji sér skýra stefnu nýtingu vindorku í endurskoðun aðalskipulagi Borgarbyggðar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Guðmundur Freyr beðið orðið. Gjör svo vel, Guðmundur. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta mál hefur verið í meðferðum hjá okkur núna í yfir ár frá því að fyrst kom fram matstillaga að matsáætlun og þær eru umfjöllun þessar hugmyndir að reisa vindmyllur upp á Grjóthálsi. Nú þetta langt og strangt ferli að framkvæmda þessu umfangi fari í umhverfismat og umhverfismat langt og strangt ferli þar sem að fara að svara ýmsum spurningum. En í þessu plaggi tillögu matsáætlun þá er kynnt í rauninni ákveðin hugmynd og það eru fleiri en einar útfærslur af þessari hugmynd. Það eru fleiri en einn valkostur. Í þessari til að fylgja þessari hugmynd eftir þá hluti af ferlinu það að vinna breytingu á aðalskipulagi og svo það sé hægt að sækja leyfi fyrir því að reisa þessar vindmyllur. En það gerist ekki í rauninni, það ekki hægt að sækja framkvæmdarleyfi til þess að reisa vindmyllur fyrir að umhverfismati lokið. En það byrjað þetta ferli, það sem sagt hefur borist til okkar lýsing að tillögu á aðalskipulagsbreytingu. Í rauninni höfum við fengið drög, má segja kannski, að tillögu á aðalskipulagsbreytingu. Og þetta í rauninni bara lýsing á viðfangsefninu, hver hugmyndin hún sett gróflega fram og hún auglýst þessi lýsing. Og það það sem að við heimiluðum að þessi lýsing fari í auglýsingu. Og núna, þegar auglýsingatíma lokið, þá fáum við aftur þessa lýsingu og við fáum athugasemdir tilbaka og þetta eru athugasemdir upp á marga tugi manns sem hafa skilað inn athugasemd og nánast allar eru neikvæðar gagnvart þessu verkefni. Afstaða nágranna er skýr þegar maður skoðar það hverju senda inn athugasemd, auk þess sem að Pósthólfið hefur verið mjög virt síðustu vikur og flesti nefna sjónmengun.
það auðvitað ánægjulegt að sjá framtakssemi í sveitarfélaginu og það engin hugmynd þannig að hún ekki skilið að fá áheyrn. Þarna höfum við veitt ákveðna áheyrn þó svo að málið sé í rauninni og hugmyndin sé stutt á veg komin. Það hefur komið fram að það sé ekki stefna í aðalskipulagi varðandi nýtingu á vindorku. Það eingöngu minnst á vindmyllur, í rauninni mjög lítilla vindmylla í aðalskipulaginu miðað við það sem við erum að ræða hér. Það má vel vera að aðalskipulagið, það núna í endurskoðun og það má vel vera að í kaflanum virkjanakosti eða nýtingu vindorku að þá passi þessi hugmynd við þá stefnu. Og það getur vel verið að þetta sé eitthvað sem getur passa við þá og þegar að því komið. Ég ætla svona ekki að segja meira í bili. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Magnús Már, við beðum orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Tek til máls undir þessum liðum vindmyllur á Grjóthálsi, 16. liður. Ég held að við séum komin á þennan svona með ansi mikið af upplýsingum og greinilegt að það mikil andstaða við þessar hugmyndir eins og það liggja fyrir núna, sérstaklega þeim nágrönnum sem þarna eru og ýmissa hagsmuna aðila. Ég hins vegar skildi málið þannig að við værum í skipulagsferli sem ætti enn eftir að draga fram ýmsar svona hliðar á þessu máli og ég horfði svolítið mikið til þess að við værum í heildarendurskoðun á aðalskipulagi þar sem við ætluðum meðal annars að rýna sérstaklega í það hvort, hvar og þá með hvernig við gætum hugsað okkur að hafa vindorkugarða í Borgarbyggð. Og það eins og við munum þá hefur Borgarbyggð í rauninni fyrir svo einhver síðan fór í ákveðna vinnu með að skoða möguleikana á uppbyggingu vindorku og gerði ágæta skýrslu það það aðeins búið fjallað þetta í tengslum við aðalskipulagið. Ég get alveg sagt að ég skil þessa afstöðu og ég í rauninni, ég hef miklar efasemdir að eins og verkefni lítur út núna að þá sé það eitthvað sem hendi og falli að okkar umhverfi og okkar áherslum. Enga síður held ég að við sem mikilvægt að við tryggjum að þetta fái umfjöllum í tengslum við heildarendurskoðun aðalskipulagi og legg þar af leiðandi til að við breytum orðalagi örlítið í bókun og tökum þar fram að við erum að hafna þessu að svo komnu og vísum þessu í rauninni inn í vinnu heildarendurskoðun aðalskipulagi. Þannig að við tryggjum það að þetta fái þannig umfjöllun. Það svona mín tillaga, ég veit ekki hvort að forseti myndi þá lesa upp, ég búin að senda tillögu á þessari breytingu og við getum sjálfsögðu bara tekið umræðu þetta, hvort að þetta sé eitthvað sem að sveitarstjórn sammála mér Takk fyrir þetta, Magnús. Orðið laust að nýju þennan lið. Guðveig Eyglódóttir beðum orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundarmenn. Það sem ég vildi kannski bæta inn í þessa umræðu það að ég veit það að
fleiri sveitarstjórnar fulltrúa heldur en ég í grunninn kannski ekki endilega andsnúnir vindmyllum eða þeim hugmyndir sem eru það til framtíðar. En eins og ég lít á það þá held ég að það sé mjög mikilvægt að þegar við förum af stað og í þessa vegferð að það sé gert í sátt við íbúa sveitarfélagsins. Þetta er mjög víðfeðmt sveitarfélag og það sést víða langt yfir og því finnst mér mikilvægt að við vöndum til verka inn í framtíðina og aðalforsenda fyrir því að ég hafna þessu eins og kemur fram í bókun nefndarinnar í grunninn andstaða íbúa við hugmyndina og að minnstakosti frá mínu bæjardyrum sé þegar maður þarf að leggja verkefni eins og þetta í vogarskálarnar þá finnst mér mikilvægt að þegar andstaðan eins mikil og þessi að það sé tekið tillit til þess að við viljum ekki tróða þessu ofan í fólk þótt að vissulega sé það fagnaðarefni og mikilvægt fyrir sveitarfélag að fá ný verkefni inn en það verður að vera gert í sátt við íbúa og umhverfið og það sé horft inn til lengri tíma og ég bara fagna því að við tökum þessi mál lengra og ræðum þetta í tengslu við aðalskipulagsvinnu hvert framtíðarplan sveitarfélagsins með þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig. Davíð Sigurðsson er beðinn um orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég held að við þurfum að ræða þetta bara mjög vel og vandlega í kringum endurskoðun aðalskipulagsins því það liggur í hlutarins eðli að þegar vindorkugarðar eru reistir, ef við horfum bara á okkar ágæta sveitarfélag sem nú víðfeðmt, ég held að það sé varla til sá staður í þessu sveitarfélagi sem getur sett niður vindorkuver á þess að það trufli nágrannana. Það mun alltaf sjást úr X radíus alveg sama hvað og það munu alltaf verða mótmæli við uppsetningu vindorkugarðs alveg sama hvað okkur dytti í hug að leyfa uppsetningu slíks. En þess vegna verðum við bara að fara að taka skýra afstöðu það. Viljum við yfir höfuð heimila vindorkugarða í okkar sveitarfélagi eða ekki? Og ég velti því fyrir mér, ætlum við að taka þá afstöðu í dag með því að hafna þessu og leggja þar með línurnar inn í aðalskipulagsvinnuna. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust að nýju og Guðmundur Freyr hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, forseti og fundarmenn, mér bara að hugsa til þess þegar við hugsum út frá svona lýðræðislegri hlið málsins, þá held ég sem ekki eðlilegra að við tökum fyrst umræðu almennt, þá í tengslu við endurskoðun aðalskipulags, það verður ekki þreytt að nefna það, en að þá sé mikið eðlilegra við eigum fyrst almenna umræðu nýtingu vindorku í okkar sveitarfélagi eða annars staðar og síðan getum við kannski fara að ræða einstaka hugmyndir. Þetta kannski að vissu leyti, hvað ég segja, að óþægileg staða þurfa að taka afstöðu til einstaks verkefnis hér og nú og þess vegna nefnum við svona oft aðalskipulagið. Það þarf að taka víðari umræðu þetta áður en við tökum hreinlega loka afstöðu finnst mér. Þannig en að svo konar máli ég ekki tilbúin til þess að samþykkja þetta eins og þetta kemur fyrir núna. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Magnús Smári, gjörðu svo vel.
Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, eins og ég segi, það er bara mjög mikilvægt að sko, því nú þetta þó að við séum kannski með þarna ekki að samþykkja þetta verkefni fari áfram að svo komnu, þá hins vegar komið þetta dæmi sem að hægt að máta inn í þegar við förum í heildarendurskoðun aðalskipulags og tökum kaflann orkuver virkjanir og mikilvægt að máta það inn í, og eitt af því sem að fær mig til þess að hvetja til þess, og ég bara vil setja það skýrt fram hér að ég minn skilningur á þessu að við erum að fá þetta verkefni til umfjöllunar inn í endurskoðun á aðalskipulagi, að það að það á svolítið ennþá eftir að koma fram þó að hugmyndirnar séu komnar, það á eftir að koma miklu skýrara fram með hvað hætti til dæmis orkan í svona verkefni yrði nýtt. Og það eitt sem að hægt að gera inn í sko aðalskipulagsvinnunni, að það að leggja línurnar það hversu, hvar, hvernig og hvað þyrfti að vera í verkefninu, með hvað hætti, hvað það sem við erum tilbúin til þess að samþykkja og hvernig þyrfti það að líta út, meðal annars með tilliti þess í hvaða orkan að fara. Og það hins ég segi, það svona, bara svona benda á að það kannski ekki að vera í góð viðbótin í þetta, en hérna, já, takk. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Forseti og ágæta sveitarstjórn. Þetta náttúrulega þó nokkuð stórt mál sem við erum með inn á borðinu hjá okkur, og mér langar að taka undir það að ég held að það sé mjög mikilvægt að við mótum okkur heildarstefnu fyrir sveitarfélagi í þessum málum áður en við förum að taka afstöðu til einstakra svæða. Þetta mál náttúrulega komið á þann stað við þurfum að kannski taka afstöðu til þess núna, og ég held að þessi tillaga sem að Magnús lagði hérna fram, að við höfnum því að svo komnu máli, að það sé ágætt niðurstaða núna og að við vísum þessu inn í þessu máli til endurskoðunar aðalskipulags sveitarfélagsins. Og það alveg rétt líka eins og Davíð kom inn á, og það eru náttúrulega ekkert margir staðir hérna í sveitarfélaginu sem munu ekki verða fyrir áhrifum með vindmyllugarðar eru reistir, en það akkúrat umræða sem við eigum bara í pólitíkinni algjörlega eftir að taka. Ég persónulega skil vel að fólk vilja ekki endilega hafa þetta í bakgarðinum hjá sér og skil andstöðuna sem að kemur upp við þetta mál mjög vel, og þess vegna held ég að við þurfum bara að gefa okkur tíma til þess að vinna þetta betur. Við erum í þessari vinnu í aðalskipulaginu og þar þurfum við að taka afstöðu, og ekki síður kannski þurfum við að fá betri lagaramma sem snýr að sveitarfélögunum og uppbyggingu á vindmyllugörðum og hvað það þýðir fyrir sveitarfélög, bæði í formi tekna og öðru, og hvað þetta þýðir fyrir okkur varðandi raforku. Við vitum að núna eins og staðan í dag þá nóg raforka inn á kerfunum og það eru uppi hugmyndir að nýta fallvötn betur með betri tækni á næstunni. Það er verið að styrkja dreifikerfið sem gera það verkum að svæði eins og við sem okkur hefur kannski vantað á þessum tímum raforku. Það mun verða betri aðgangur að rafmagni fyrir okkur. Þannig að við þurfum ekki bara við sem sveitarfélag, heldur við bara heilt sem land, heilt yfir landið að taka þessa umræðu betur. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Davíð hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Nei. Ég gef orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir þessi bókun. Sveitarstjórn staðfestir að fyrirhuguð aðalskipulagsbreyting eða frekari skipulagsvinnu á grundvelli fyrirliggjandi lýsingar vindorkugarð á Grjóthálsi sé hafnað að svo komnu. Yfir 70 athugasemdir bárust á kynningartíma lýsingar og mikil andstaða sé við framkvæmdina. Það liggi ekki fyrir hver stefna Borgarbyggðar skuli vera hvað varðar vindorkuver í sveitarfélaginu
í aðalskipulagi Borgarbyggðar, en endurskoðun þess stendur yfir og vísar sveitarstjórn málinu til endurskoðunar aðalskipulags Borgarbyggðar þar sem unnin verði stefnumótun nýtingu vindorku í sátt við íbúa sveitarfélagsins. Inntak fyrirliggjandi athugasemda samandregið eftirfarandi. Yfir 60 athugasemdir bárust að veruleg sjónmengun yrði að fyrirhugum vindorkugarði. 60 athugasemdir bárust að hávaðamengun yrði að vindorkugarðinum. 55 athugasemdir bárust að vindorkugarðurinn beri með sér neikvæða eða slæma ásýnd fyrir sveitarfélagið. 45 athugasemdir bárust að vindorkugarður hefði áhrif á fuglalíf á svæðinu. 44 athugasemdir bárust að verðgildi jarða falli við byggingu vindorkugarðs. Jafnframt voru fjöldi annarra athugasemda sem sé áhrif á gróðurfar, ljósmengun, lítinn ávinning fyrir sveitarfélagið eftir framkvæmdatíma ljúki, ferðaþjónustu á svæðinu muni bera skaða af, líftími mylla sér skammur, fordæmisgildi framkvæmdarinnar fyrir aðra sambærilega framkvæmdir, kolefnisspor, reiðleið Grjótárns verði ónótæf og fleiri athugasemdir. Bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt með 8 atkvæðum, þeir sem á móti kunna vera. Það enginn einn fulltrúi situr hjá. Þá erum við komin á dagskráli 17. Og hann númer 21.05.199 og umsókn framkvæmdaleyfi göngustígur Kveldúlsgata 17 til 27. Þar að ræða afgreiðslu skipulags- og bygginganefndar og leggur hún til við sveitarstjórn að samþykkja stöðvun skipulagsfulltrúa á framkvæmdum við göngustíg. Hvað varðar endurnýjun framkvæmdaleyfis leggur nefndin til við sveitarstjórn að veita deild umhverfis- og framkvæmdamála Borgarbyggðar framkvæmdaleyfi fyrir strandstígnum meðfram Borgarvogi bak við lóðir Kveldúlsgötu 17 til 27 til og með 27 að undangenginni málsmeðferð í samræmi við 8. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Grenndarkynna skal fyrir aðliggjandi lóðum við Kveldúlsgötu nr. 17, 19, 21, 23, 25 og 27. Forseti gefur orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og fundarmenn, þarna var gefið út framkvæmdaleyfi og var ekki talin þörf á því að grenndarkynna á sínum tíma. Það reyndist rangt og framkvæmdaleyfið allt fellt úr gildi eins og það leggur sig og erum við sem sagt komin inn aftur með þá 2 umsóknir því fyrra framkvæmdaleyfi þá í rauninni búið að skipta í tvennt og kemur þá aftur inn í tvennulagi þar sem að aðra framkvæmdaleyfis umsóknina þarf að grenndarkynna en hina ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Forseti ber þá upp í tvennulagi bókunar undir þessu lið. Fyrri bókunin hljóðar svona. Sveitarstjórn staðfestir stöðvun skipulagsfulltrúa á framkvæmdum við göngustíginn milli Kveldúlsgötu 17 til 27 og biðji þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Það eru 8 fulltrúar sem kjósa með, þeir sem á móti kunna vera. Það enginn einn fulltrúi situr hjá. Og þá erum við komin að síðari hluta bókunarinnar og það sem sagt sveitarstjórn samþykkir að veita deild umhverfis- og framkvæmdamála Borgarbyggðar framkvæmdaleyfi fyrir strandstígnum meðfram Borgarvogi bak við lóðir Kveldúlsgötu 17 til 27 að undangenginni málsmeðferð samkvæmt 8. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Þannig að framkvæmdin yrði grenndarkynnt fyrir aðliggjandi lóðum við Kveldúlsgötu nr. 17, 19, 21, 23, 25 og 27. Og biðji þá fulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 18 á fundadagskrá og hann nr. 21.05.200 og ber heiti umsókn framkvæmdaleyfi göngustígur Klettaborg Hrafnaklettur.
Þar er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja nýtt framkvæmdaleyfi til deildar umhverfis- og framkvæmdamála Borgarbyggðar fyrir strandstígnum meðfram Borgarvogi frá Klettaborg að Hrafnakletti, samanber 11. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Einnig verði framkvæmdaleyfið auglýst í héraðsblaði og heimasíðu sveitarfélagsins. Vil ég gefa orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir nýtt framkvæmdaleyfi til deildar umhverfis- og framkvæmdamála Borgarbyggðar fyrir strandstígnum meðfram Borgarvogi frá Klettaborg að Hrafnakletti, samanber 11. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Framkvæmdaleyfi skulu auglýst í héraðsblaði og heimasíðu sveitarfélagsins og biðja þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast ekki á merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 19 á fundardagskrá. Hann er númer 20.06.131 og ber heitið Jarðalangsstaðir umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt. En þar er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar. En þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja stöðvun skipulagsfulltrúa á framkvæmdum. Hvað varðar endurnýjun framkvæmdaleyfis leggur nefndin til við sveitarstjórn að veita framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt á jarðalangsstöðum á þeim svæðum sem skilgreind eru í ræktunaráætluninni. Að undanskildum svæðum 11, 13, 16, 20, 21, 25 og 29 þar sem málsmeðferð skal vera í samræmi við 8. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Grenndarkynna skal svæði 11, 13, 16, 20, 21 og 25 fyrir hagsmunaaðilum, Mundarhól 3, 4, 5, við Helluskóg 3 og 5 og við Mið-Árás 12. Ræktunaráætlun á svæði 29 skal kynnt fyrir eigendum í sumarhúsahverfinu í samvinnu við félag sumarhúsaeigenda við Langá í landi Jarðalangsstaða þar sem opið svæði í sumarhúsabyggðinni er að ræða. Framkvæmdin skal vera í samræmi við þau ákvæði sem koma fram í gildandi aðalskipulagi Borgarbyggðar opið svæði í skipulagi frístundabyggð. Og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós og liggur fyrir eftirfarandi bókanir. Sveitarstjórn samþykkir stöðvun skipulagsfulltrúa á framkvæmdum við skógrækt og jarðalangsstöðum og bið ég fulltrúa sem með þessu samþykki vinsamlegast ekki á merki. Það er samþykkt samhljóða. Og sveitarstjórn veiti framkvæmdaleyfi á öllum svæðum sem skilgreind eru í ræktunaráætlun að undanskildum svæðum 11, 13, 16, 20, 21, 25 og 29 þar sem málsmeðferð skal vera samkvæmt 8. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Grenndarkynna skal framkvæmdir á svæðum 11, 13, 16, 20, 21 og 25 fyrir hagsmunaaðilum við Miðmundarhól 3, 4 og 5, við Helluskóg 3 og 5 og við Mið-Árás 12. Ræktunaráætlun á svæði 29 skal kynnt fyrir öllum eigendum sumarhúsahverfisins í samvinnu við félag sumarhúsaeigenda við Langá í landi Jarðalangsstaða. Og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast ekki á merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 20, hann er númer 21.05.176. Landgræðslan, tilkynningum framkvæmd, endurheimt votlendis, Oddstaðahlíð, landnúmer 22.0017. En þar að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar sem nefndin telur að framkvæmd sé framkvæmdarleyfi skyld samkvæmt 5. grein reglugerðar framkvæmdarleyfi nr. 772/2012 vegna nálægðar við aðrar landeignir. Leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja grenndarkynningu á framkvæmdarleyfi þar sem kynnt verði fyrir landeigendum sameiginlegs land Oddstaða 1 og 2 og Kleppakolls Oddstaða samkvæmt 2. og 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga. Og Sigurður Guðmundsson vék að fundi undir þessum lið í nefndinni og víkur hér með að fundi líka, þar sem hann situr hér inni sem varafulltrúi í dag. En ég gef orðið laust. Guðveig Eyglódóttir biður um orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, mér langar til þess að kveða með hljóðs undir þessum lið og kannski ekki, þetta snýr í sjálfu sér ekki beint að nákvæmlega þessu svæði sem við verðum að tala heldur
langar mig aðeins til þess að fá svör við því að hér eru nú margir löglærðir einstaklingar að því að nú rignir yfir okkur umsóknum endurheimt votlendis og mér sýnist að það sé Landgræðslan sem að meti það hverju sinni hvernig því sé háttað og hvort að það henti. Og eins og í þessu tilfelli og fleirum þá óskað eftir farið með þetta í grenndarkynningu. En það sem ég langar til þess að reyna að átta mig á svona til lengri tíma litið af því að ég ger nú ekki ráð fyrir því að sumarbústaðareigendur eða allir jarðareigendur séu jarðfræðingar og séu yfir höfuð með einhverja svona fræðilega þekkingu á jarðvegsmálum að segjum sem svo að það sé búið að samþykkja endurheimt votlendis á einhverju svæði og svo einhverjum mánuðum seinna eða árum að þá hefur það haft það mikil áhrif á nærliggjandi jarðir eða húsnæði eða sumarbústaði eða eitthvað slíkt. Er sveitarfélagið skaðabótaskylt eða hver það sem mun koma til móts við eiganda þessa húsa eða jarðar eða hvað sem þegar hann fer upp á afturfæturnar og hlutirnir voru ekki eins og þeir áttu að vera. Það hlýtur að hafa verið búið að hugsa fyrir þessu að einhverju leyti. Ég bara velta fyrir mér að því að nú eins og við höfum séð í nefndinni að þá mikið þessa umsókn að koma fólk að fá greitt fyrir endurheimt votlendis og mér finnst mikilvægt að hafa þessar upplýsingar þegar við erum að fara inn í þessa öld endurheimt votlendis, hvað þetta þýðir fyrir okkur sem sveitarfélag. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Vek athygli á því að varaforseti komin í pontu tímabundið þó. Já, ég ætla þá bara að gefa orðið laust þennan lið 20 á dagskrá. Guðmundur Freyr, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti og ágætu fundarmenn. Skipulagsmál eru skemmtileg. Þau geta verið flókin. Ég hef ekki svarið við því sem Guðveig er að velta upp hérna og ég velti því líka upp fyrir mér hvar stendur sveitarfélagið ef að fasteigna eigandi situr upp með tjón eftir einhverja framkvæmd sem að sveitarfélagið hefur heimilað. En það sem við erum að gera hérna í þessu máli er að leggja til að þetta verði að þetta sé framkvæmdarleyfisskylt og að þetta fari í grenndarkynningu. Þannig að við séum í rauninni með alla þá varnagla sem við getum beitt í svona málum. En svo bara eins og Guðveig segir, það rignir yfir okkur málum eða erindum sem þessum og það er kannski hæfi að tala þetta á svona miklum rigningadegi en það er í höndum sveitarstjórnar að meta hvort að svona mál séu framkvæmdarleyfisskyld eða ekki. Og þá eru ákveðnir þættir sem við þurfum að taka inn í, það er umfang, þetta líklegt til þess að hafa einmitt áhrif á nánasta umhverfi og við fengum til dæmis inn á borð nefndarinnar á þessum fundi 2 svona mál og annað þeirra ratar hérna inn undir til afgreiðslu í sveitarstjórn vegna þess að þarna nágrenni nálægt sem að mögulega við vitum það ekki, það er eins og Guðveig segir, hver á að meta það hvort það sé líklegt til að hafa áhrif eða ekki eða hægt að fara í einhverjar aðgerðir til þess að koma í veg fyrir að það gæti mögulega haft áhrif, hvers það að meta og það náttúrulega bara svona almennt séð að vissuleyti kannski óþægilegt að vera í þessari stöðu að meta hvort að þurfi framkvæmdarleyfi eða ekki. Leið þetta þarf framkvæmdarleyfi þá pakkin orðinn stærri, það þarf að fara að borga afgreiðslugjald og þetta viljum við öll leggja okkar hönd á plógu varðandi bindingu kolefnis og svo framvegis. En svo kemur náttúrulega fram í aðalskipulagi borgarbyggðar að endurheimt sé heimil, svo segir Skipulagsstofnun, jú, þetta tilkynningarskylt og svo það sveitarstjórnar að meta hvort að
hvort það þurfi framkvæmdaleyfi eða ekki. Þannig að það er ekkert ein bein lína virðist vera í þessu. Þannig að ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð um þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Ég ætla að fela forseta fundarstjórn. Gjörðu svo vel. Takk, Maggi. Ég gef orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér... Jú, Davíð, gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég held að sé rétt sem Guðmundur að benda á að það er mjög nauðsynlegt að setja þessi mál oftar en ekki einmitt í grenndarkynningu. Ég segi fyrir mitt leyti, ef nágranni minn myndi ákveða að endurheimta votlendi á nær öllu sínu landi, að þá var þar með allt mitt ræktunarland ónýtt. Því oft er þetta þannig að vatn þarf að renna í gegnum margar jarðir frá efstu jörð og niður. Það eru skurðir sem liggja samtengdir milli jarða og annað og það bara verður að grenndarkynna þetta oftar en ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Þórdís Sif hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, já, í þessu tilveiki þá var ákveðið að grenndarkynna þar sem það voru aðilar sem höfðu mikla hagsmuni, aðrir landeigendur í kring sem höfðu mikla hagsmuni af því ef það yrði endurheimt votlendis. Í hinum málinu þá voru þetta ekki hagsmunaaðilar sem komu sem áttu landa að eða mjög nálægt sem voru svona á því áhrifasvæði sem það á við, og ég er sammála því að við þurfum að vanda vel til verka í þessu og gefa fólkinu þá kost á því að koma með andmæli í grenndarkynningunni. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að framkvæmdarleyfi endurheimt votlendis í Oddsstaðahlíð verði grenndarkynnt fyrir landeigendum sameiginlegs lands, Oddsstaða 1 og 2, landnúmer 220016 og Klettakots, Oddsstaða, landnúmer 13 4354. Samkvæmt 2. og 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og biðja þá fulltrúa sem að samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt með 8 atkvæðum. Sigurður Guðmundsson má komin á fund aftur. En þá erum við komin að lið 21 á fundardagskrá. Hann er númer 2105-188 og ber heiti Borgarbraut 5060, landnúmer 135504, hleðslustöð við Nettó framkvæmdarleyfi. Er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin telur að umrædd framkvæmd sé framkvæmdarleyfi skyld og leggur til við sveitarstjórn að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi fyrir lagningu rafstrengja og uppsetningu dreifistöðva við Borgarbraut 56-60. Og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa Borgarbyggðar að gefa út framkvæmdarleyfi fyrir lagningu rafstrengja og uppsetningu dreifistöðvar við Borgarbraut 50-60. Og biðji þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að lið 22 og hann er númer 1611-073 og ber heitið Ánastaðir, Mikligarður, landnúmer 20-21-11. Stofnun lóðar, Valhöll og þar að ræða einnig afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar og þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Valhöll, stærð 27,7 hektarar úr landinu Ánastaðir, Mikligarður, landnúmer 20-21-11. Lóðin verður nýtt sem beitarhólf og skráð í landnotkunarflokkin annað land. Og ég gef orðið laust. Finnbogi Leifsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Finnbogi.
Forseti ágætu sveitarstjórn, ég aðeins að velta upp þessari afgreiðslu, kannski skilan ekki alveg, heimilastofnun lóðar sem verði síðan nýtt sem beitarhólf og skráð í landnotkunarflokkin annað land. Hvað þýðir þetta í raun og veru? Ef þetta er beitarhólf, felst þá í því skylda til að girða þetta, búa til hólf. Er hægt að skýra þetta aðeins fyrir mér? Takk fyrir þetta, Finnbogi. Forseti gefur orðið laust. Það er kannski Þetta snúist ekki bara að mestu leyti nýtinguna á lóðinni. Þú veist, hún verður náttúrulega aðalega bara notuð til þess að sem beitarhólf og ég veit svo sem ekki hvað fellur undir landnotkunarflokkin annað land. Það er kannski bara svona almenn notkun, en það er kannski fínt ef að sveitarstjóri eða fulltrúi úr nefndinni getur svarað aðeins ítarlegar. Þórdís, gjörðu svo vel. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég var nú ekki á nefndafundinum en ég veit að þetta mál var undirbúið af skipulagsfulltrúa fyrir nefndina og mér skilst að það hafi nú ekki verið mikið rætt þetta, heldur í rauninu væri þetta bara ljóst að málið þyrfti að vera afgreiðst með þessum hætti, en sveitarstjórnarfulltrúi sem var á fundinum getur aðeins gefið okkur skýrara mynd af þessu. Takk. Ég gef orðið laust. Guðmundur Freyr, formaður nefndarinnar, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guðmundur Freyr. Hausinn fór náttúrulega fullt, hausinn fór fullt náttúrulega þegar spurningunni er varpað fram hérna. Ef ég maður rétt þá eru öll beitarhólf fara í flokkin annað land nema að sé þá rækta land, en er það þó bara annað en annað land. Þetta er eftir flokkuninni landbúnaðar, í aðalskipulagi er landbúnaðarsvæði og svo eru landbúnaðarsvæðin nánast skilgreind. Og annað land er í rauninni þá ekki það sem er ekki ræktarland og ekki bæjartorf og svoleiðis. Þannig að ég sé að skjóta rétt. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust að nýju. Það eru ekki frekari, Þórdís við beðum orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, annað land er bara almenn notkun á landinu og þá þarf ekki vera rennandi vatn eða akstursvegur eins og að íbúðum og þarna er rauninni verið að heimilastofnun lóðar og það felst ekkert í því einhverja kvaðir á hvernig það eigi að vera gert. Þannig að, já, annað land er rauninni minnsta notkun á landi heldur en sem er í skipulagi. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Nei. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar stofnun lóðarinnar Valhöll að stærð 27,7 hektarar á landinu Ánastaðir. Mikligarður, landnúmer 202111, landnotkunarflokkur annað land. Og biðji þá fulltrúa sem samþykki framkomna bókun efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að leið 23 á fundadagskrá og hann er númer 2105-064, Máaklettur 10 stofnun lóðar. Þar að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og byggingarnefndar.
en þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja að farið verði óverulega breytingu á aðalskipulagi og breyta landnotkun fyrir Mávaklett 10 íbúabyggð úr óbyggt svæði eða landbúnaðarsvæði. Og ég ekki orðalaust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir óverulega breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar, þannig að landnotkun fyrir Mávaklett 10 sé breytt í íbúabyggð úr óbyggt svæði landbúnaðarsvæði. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast um að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að dagskrárlið 24. Hann er númer 21.05.189, Raðhólar, L 21.18.81, Brókarvatn, 18, stofnun lóðar. Þar er að ræða líka afgreiðslu 25. fundar skipulags- og bygginganefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Brókarvatn 18, stærð 9.541 fermetrar úr landinu Raðhólar, landnúmer 21.18.22. Lóðin verður nýtt sem sumarbústaðaland og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn heimilar stofnun lóðarinnar Brókarvatn 18, 9.541 fermetrar úr landinu Raðhólar, landnúmer 21.18.22 og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast um að gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 25 og hann er númer 21.01.089, Hreiðavatn 1, landnúmer 134789, umsókn byggingarleyfi viðbygging. Þar er að ræða afgreiðslu 25. fundar skipulags- og bygginganefndar. Þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja byggingarleyfi þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki byggingarleyfi fyrir Hreiðavatn 1, landnúmer 12.3789 og biði þó fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast um að gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 26. Hann er númer 21.02.003, nýr lóðarleigusamningur og endurskoðun á úthlutunarreglum, en þar liggur fyrir afgreiðsla 25. fundar skipulags- og bygginganefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja nýja útgáfu lóðarleigusamningi fyrir Borgarbyggð ásamt breyttum úthlutunarreglum og gjaldskrá gatnagerðargjalda. Og ég gef orðið laust. Guðmundur Freyr biður orðið, gjör svo vel. Forseti og ágæta sveitarstjórn. Núna erum við að fá inn á til okkar afrakstur vinnu sem hefur verið unnin núna seinni hluta vetrar og í vor. Það sem er búið að fara í vinnu við að endurskoða og móta úthlutunarreglur, lóðaúthlutunar og lóðarlegu samninga og svo búið að samræma gatnagerðargjaldskrána við þær. Og að mínu mati eru stóra breytingi fólgin í þeim tímamörkum sem settir eru á framkvæmdir. Það þarf að sækja byggingarleyfi innan við 3 mánaða frá úthlutun og það þarf að ná byggingarstigi 2 innan við 9 mánuði frá úthlutun, byggingarstigi 4 sem er fokheldi, 18 mánuðum frá úthlutun og lokum þarf að vera komið á byggingarstig 7, 36 mánuðum eftir úthlutun. Og þetta er í rauninni ein ástæða þess að við fórum af stað eða við köllum eftir því að það farið í þessa vinnu. Það var vegna þeirra framkvæmda sem að hafa stöðvast á ákveðnum tímapunkti og hafa staðið ókláraðar og óhreyfðar í lengri tíma. Þannig að með því að koma þessari klausu inn þá vonum við að við séum að koma í veg fyrir að svoleiðis gerist aftur. Og sé lóðar höfum ekki fært að framfylgja að klára að standa við þessi tímamörk þá getur sveitarfélagið tekið aftur til sín lóðina. Nú svo er önnur breyting sem vert að nefna, það er að ef sveitarfélagið mun ekki framlengja leigusamning við lóðarhafa í lok
leigutímans að þá mun sveitarfélagi greiða sannvirði þeirra mannvirkja sem standa eftir og það er þá byggt á mati dómkvadds matsmanns. Það er svo sem ekki að hafa lengra þetta. Takk. Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust að nýju. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það er að ræða 3 afgreiðslur undir þessu lið. Það er sveitarstjórn, sú fyrsta er sveitarstjórn samþykki nýja útgáfu lóðaleigusamningi fyrir Borgarbyggð og biður þá fulltrúa sem samþykki vinnsluleystum að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Sveitarstjórn samþykkir breyttar úthlutunarreglur lóðir fyrir Borgarbyggð og ég bið þá sem samþykki vinnsluleystum að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og sveitarstjórn samþykki breytingar á gjaldskrá gatnagerðargjalda og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinnsluleystum að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 27 og hann er númer 21.02.007, umsókn grænt svæði í fóstur og síðasti afgreiðsluliður þessara fundar. Þannig að þá mega umræðurnar byrja, ekki satt. En þar erum að ræða afgreiðslu 24. fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar og þar samþykkir nefndin samning við Drop-in EHF grænt svæði í fóstur og Kleppjárnsreykjum ásamt umhirðu áætlun og vísar endanlegri staðfestingu til sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samning grænt svæði í fóstur við Drop-in EHF og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinnsluleystum að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að fundargerðum til framlagningar en þar er fyrst undir 28. lið fundargerð frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 562 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð ráðsins. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 29 og þar er að ræða fundargerð frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar nr. 563 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að lið 30. Þar er fundargerð Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 564 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð Byggðarráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að lið 31. Þar er að ræða fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 24 og ætlar Halldór Lóa, varaformaður nefndarinnar, að fylgja fundargerðin úr hlaði. Gjörðu svo vel, Halldór. Fundarstjóri og ágæta sveitarstjórn. Fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 24 var með nokkur mál hérna á dagskrá, 9 mál og fyrst fengum við til okkar gest, nýkjörinn formann Skógræktarfélags Borgarfjarðar, Páli Estraher, sem fór yfir í rauninni hans nálgun á starfið sem var í framöndan, þau svæði sem Skógræktarfélagið er með í sinni umsjón og hvernig mætti laða að meiri starfsemi inn í félagið og ekki síður hvernig þessi svæði getur nýst íbúum okkar betur. Bara virkilega gaman að fá hann í heimsókn til okkar. Næsti liður var fjallað við Bonn-áskorunina en við fengum þetta erindi inn frá Byggðarráði til umsagnar og þar er framlagt erindi frá Landgræðslunni og Skógræktinni þar sem óskar eftir afstöðu sveitarfélagsins til þátttöku í Bonn-áskoruninni en þetta er alþjóðlegt átak endurheimt skóga á stórum samfelldum svæðum og landsheildum og þar sem sveitarfélag ánum kannski ekki rosalega mikið af landi að þá ákvaða að láta kanna það aðeins betur fyrir okkur hvort að það að við tækjum þátt í þessu verkefni myndi gagnast öðrum aðilum, öðrum landeigendum í sveitarfélaginu og það er þannig að við tókum vel í að skoða þetta verkefni.
Við fengum síðan tölvupóst frá Landgræðslunni þar sem óskað var eftir umsögn drög að landgræðslu áætlun og umhverfismati áætlunarinnar og hún var í rauninni lögð fram til kynningar á fundinum. Síðan fengum við einnig frá skógræktinni þar sem var óskað eftir umsögn að landsáætlun í skógrækt og drög að umhverfismati þeirrar stofnunar. Fengum hérna líka umsókn svæði til hrossabeitar sem við erum búin að afgreiða nú þegar á þessum fundi og umsókn grænt svæði í Fóstur og Kleppjárnsreykjum og þarna erum að ræða svæði sem er í eigu sveitarfélagsins og með því að veita svæðið inn í svona fóstrun þá það þannig að þau mega gera ákveðnu uppbyggingu á þessu svæði en það verða allir að geta haft aðgang að svæðinu og þetta verður að nýtast sem útivistarsvæði fyrir almenning. Þannig að mér finnst þetta mjög jákvætt og hvet okkur til þess að horfa aðeins í kringum okkur hvort það eru einhver svæði sem að íbúum langar til þess að skoða að taka í svona fóstur. Það má ekki vera uppbygging, ekki mikil framkvæmdir á þessum svæðum en svona til þess að fegra og veita betra aðgengi. Þá kom inn mjög áhugaverð skýrsla girðingar í eigu opinberra aðila, stöðumat á hagsmunum og kostnaði. Þarna er umhverfisráðuneytið að leggja fram í rauninni gríðarlega mikla vinnu þar sem verið að taka saman bara allar girðingar sem eru í eigu opinberra aðila og hvernig þær eru í dag og hvort það sé að þjóna þeim tilgangi sem að þær eiga að þjóna. Það er náttúrulega veitt þó nokkuð miklu fé í girðingar á landsvísu en samt sem áður vitum við það og vitum það mjög vel hér í þessu sveitarfélagi að sá peningur dugar ansi skammt til þess að sinna því hlutverki sem að þær eiga að sinna. Fengum síðan fengum hérna yfirlit yfir bara þau verkefni sem eru búin að vera á dagskrá og í framkvæmdum í maí og það er meðal annars verið að halda áfram og klára hluta göngustíga sem var byrjað á árið 2020 við Klettaborg, Hrafnaklett og Kveldúlsgötu og síðan er verið að skoða í rauninni það var send inn umsóknum styrki til umhverfisráðuneytisins til eflingar hringrásarhagkerfisins og við erum að sækja styrki til þess að fara í frekari söfnun sveitarfélagið á spilliefnum og brotajárni í dreifbýli og spilliefni heilt yfir og brotajárni í dreifbýli sérstaklega, greina úrgangsþjónustu við frístundahúsin og stækka gámaplan við frístundahverfi og þarna var sótt dágóða upphæð sem við höfum eftir að fá út úr hvort að við fáum eitthvað. Að lokum þá hvatti umhverfis- og landbúnaðarnefnd til þess að fjallskilanefndir í Borgarbyggð myndu kynna sér landbótasjóð landgræðslunnar og sækja styrki til landbótaafréttum og við sjáum það í úthlutun síðustu ára að fjallskilasjóðir hafa verið ansi drjúgir í að sækja sér styrki þangað en ekki fjallskilasjóður í Borgarbyggð. Þannig að við sendum svona smá hvatningu til þeirra að skoða hvort að þetta geti hentað okkar svæðum. En fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Halldóra. Þá gef ég orðið laust þessa fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að lið 32 á fundardagskrá. Þar er að ræða fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar nr. 25 og ætlar Sigurður Guðmundsson formaður nefndarinnar að fylgja nú hlaði. Gjör svo vel, Sigurður. Já, sæli verið. Ég ætla að fara yfir fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar. Fundi nr. 25. Aldrei þessu vant að þá voru ekki mjög mörg mál á dagskrá nefndarinnar en vaninn að þessi töluvert mörg mál fyrir fundin.
En við fórum aðeins yfir bara sumarleyfi nefndarinnar eins og var búið að samþykkja hérna áður. Við ætlum að taka okkur frí í júlí eins og flest allar nefndir held ég. Við fórum yfir rafræna stjórnsýslu, upplýsingamiðlun og vorum þá að ræða aðalega heimasíðu sveitarfélagsins og við erum að leita lausna hvernig hægt að auka eða bæta heimasíðuna sérstaklega fyrir nýbúa eða semst fólk með annað móðurmál en íslensku og höfum verið að skoða lausnir í því. Tæknin alltaf að verða betur og betri með sem sagt Google, þannig við erum með það á heimasíðunni og viljum koma betri upplýsingum á framfæri til þeirra sem tala ekki íslensku. Þannig að við erum að vinna að því hörðum höndum. Aðalmálið núna stundir eins og Þórdís sveitarstjóri fór yfir áðan, það markaðsátak sem verið að fara á stað, farið á stað núna í sveitarfélaginu, borgarbyggð og við erum að kynna borgarbyggð sem bara góðan stað til að koma á og ferðast og koma í heimsókn og búa. Þannig að við eigum von á því að afraksturinn komi í ljós núna á næstunni. Þannig að ég held að það sé bara ótrúlega gaman þegar þetta allt saman fer á stað. Þetta verður keyrt í útvarpi, sjónvarpi og samfélagsmiðlum. Þannig að við erum alveg að fara að sjá myndbönd koma í ljós. Það var tekið viðtal við fólk víðsvegar sveitarfélagið sem verður þá notað í þetta myndefni. Við setjum á stað mælistiku til að líka bara meta viðbrögð markaðsherferðarinnar, þannig að við getum metið hana þegar markaðsherferðin lýkur og vonumst til að við sjáum bara gríðarlega fjölda ferðamanna og íbúa koma til Borgarbyggðar. En það var ekki meira á þessum fundi. Takk. Takk fyrir þetta Sigurður. Ég ekki orðalaust þessa fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerðin framlögð. Þá erum komin að dagskrárlið 33, en það að ræða fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 200 og ætla Magnús Smári, formaður nefndarinnar, að fylgja nú hlaði. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk fyrir það, forseti og ágæta sveitarstjórn. Fundur nr. 200 eins og komið hefur fram. Mikill hátíðarfundur. Þar á fyrsti liður á dagskrá innleiðing á réttindaskólum, en það eins og sveitarstjórn veit erum við í ferli með að innleiða sáttmála barnvænt samfélag inn í Borgarbyggð og þetta hluti af því. Sú innleiðing hafin og það gert ráð fyrir að grunnskólarnir byrja núna í haust og þá sem sagt markmiðið að byggja upp lýðræðislegt umhverfi með því að rækta með markvissum hætti þekkingu, leikni og viðhorf sem hjálpa börnum að vera gagnrýnisvirkir og hæfir þátttakendur í nútíma samfélagi. Með þetta að markmiði eru grunnforsendur barnasáttmálans útgangspunktur fyrir allar ákvarðanir í skóla og frístundastarfi, auk þess sem þær endurspeglast í samskiptum barna, ungmenna, kennara, frístundaráðgjafa og annarra starfsmanna. Þannig að mjög gott að vera komin á stað í þetta. Spennandi að fylgjast með. Þá hérna annar liður á dagskrá áskorun til sveitarfélögum að nota innlend matvæli í skólamáltíðir. En við sem sagt fengum þarna inn áskorun frá bændasamtökunum að nota innlend matvæli og málið lagt fram til kynningar og auðvitað það þannig að það hefur verið lögð áhersla á þennan þátt, allavega svona þau skilaboð send að það sem við verðum við komin þá sé þetta haft í huga í mötunetum og sjálfsagt að koma þessum upplýsingum áfram. Þá hér skólapúlsinn niðurstöðu 2021 þriðji liður á dagskrá
en það var sem sagt skólapúlsinn fyrir grunnskólinn í Borgarnesi, en þá kom Júlía Guðjónsdóttir sem er skólastjóri grunnskólans í Borgarnesi og fór yfir niðurstöður úr skólapúlsinum. Þar fjallaði minna ýmsu þætti varðandi líðan nemenda og mikilvægt að rýna vel í þessar niðurstöður eins og í rauninni skólinn nú þegar byrjaðar að gera. Við þurfum að nýta þessar kannanir sem eru gerðar vel, en þær koma vel út þó að það séu alltaf einhverjar áskoranir og ábendingar og svona eitthvað sem hægt að huga að. Hann sem sagt, helstu niðurstaðnir eru þá þessar að grunnskólinn almennt á uppleið í foreldra- og nemendakönnun. Það þarf að efla foreldrasamskipti og kynna skólann betur. Það eru svona ábendingar sem koma fram. Það þurfa að benda á upplýsingar á heimasíðu eins og stefnu skólans og skólanámskrá betur og áætlanir. Og auðvitað þetta eilíða verkefni okkar að vinna stöðugt að vellíðan og að sporna gegn einelti. Það svona eitt af þessum sem dregið fram hér. Þá hér fjórði liður COVID-19 fjölskyldusvið, liður sem búið að vera leiðilega oft á dagskrá, en nú vonandi kannski það þarf að komast svona betri blær á umfjöllunum með þessi mál hjá okkur. En þarna fór sviðsstjóri fjölskyldusviðs yfir stöðuna. Það hefur þurft skólarnir hafa þurft að vera miklir sérfræðingar í þessum málum öllum og verið mjög sveigjanlegir og flottir. En frístunda- og tómstundasviði líka búin að hafa töluverðar hemlur í vetur og þetta var svona aðeins farið yfir þetta þarna. En mikill lærdómur sem hefur verið dreginn að þessu og í þessum stofnunum okkar og eitthvað sem nýtist okkur, reynist okkur bara gott til framtíðar. Það nú reyndar nú þegar búið að bólusetja töluverðan hóp og alltaf stærri hópur þjóðarinnar sem hefur fengið bólusetningu og einhverjir af starfsmönnum þessara stofnana í forgangi. Vonandi verður hægt að hefja skólastarf nýju í haust með engum tökmarkunum hvað þetta varðar. En það verður á þetta enn og aftur að hrósa starfsfólki stofnanan okkar fyrir velunni störf í þessari baráttu. Fimmtilegur á dagskrá nefndarinnar var ráðning skólastjóra við tónlistarskóla Borgarfjarðar og það var bara fjallað hvernig það ráðningaferli búið að auglýsa starfið og gert ráð fyrir að nýr skólastjóri hefji störf 1. ágúst. Umsóknarferlið í gangi og það var ánægjulegt að sjá að voru töluvert magn af umsækjendum umsóknir sem komu, öflugar umsóknir og mikill áhugi á starfinu sem bara gott mál. Þá hér 7. liður tónlistarskólastjóri í tónlistarskóla Borgarfjarðar heitir sá liður, en það var sem sagt á þessum 200. fundi sem var hátíðarfundur í sjálfu sér, alltaf gaman að fagna einhverjum svona tölum. Þá fórum við og þökkuðum Theodóru sem hefur verið skólastjóri skólans í töluverðan tíma. Hún að ljúka störfum, en tónlistarskólinn tók til starfa árið 1967 og hefur óslitið starfað í 54 ár. Theodóra Þorsteinsdóttir hefur stýrt starfi skólans frá því sumarið 1991 og hefur stýrt skólanum meira en helmingi af starfstímanum eða í 30 ár. Og undir forystu Theodóru hefur skólinn þróast mikið eftir kröfum tímans og þeirra áherslna sem hún hefur sett í starfi sínu. Theodóra hefur verið farsæll stjórnandi og skólinn og starfsmenn og nemendur undir hennar forystu staðið fyrir margs konar uppákomum og viðburðum sem hafa auðgað samfélagið til viðbótar við farsælu tónlistarupphaldi æskunnar og fullorðina einnig. Fræðslu nefnd vildi sem sé við þetta tækifæri færa henni þakkir fyrir störf og óska henni og hennar fólki velfarnaðar í framtíðinni. Hún starfar að vísu ennþá við skólan og ég enn og aftur ítreka þakkir til hennar og heilla óskir. Fleira var nú ekki gert á þessum fundi. Takk fyrir þetta, Magnús Smári. Ég gef orðið laust þessa fundargerð byggðaráðs. Já, fræðslunefndar fyrirgefiði. Það enginn sem kveður sér hljóðs þessa fundargerð fræðslunefndar, þannig að hún telst þá bara framlögð.
En við erum komin á 34. lið á fundardagskrá. Þar er lögð fram fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 116 og ætla Finnbogi Leifsson aðalmaður að fylgja fundargerðinni úr hlaði. Gjörðu svo vel, Finnbogi. Forseti og sveitarstjórn, þetta er fundur velferðarnefndar frá 1. júní síðastliðnum í 4 liðum. Fyrsti liður er hefðbundin trúnaðarbók. Síðan erum við að fara þarna, erum að byrja að vinna að nýjum reglum varðandi stoðþjónustu og stuðningsþjónustu. Það var lagður fram þarna svona fyrsta tillaga að því og er þá með þetta í skoðun. Varðandi 3. lið þá er það liður sem er búin að vera í vinnu síðan í haust, en það hefur lítið verið hægt að gera fyrir COVID, þannig að við erum svona vonað að við náum aðeins að vinna svolítið land í því með því að fara og tala við þjónustuþega og halda einhverja fundi. Svo erum við þarna með 4. lið. Það er svona, við erum að minna á það að húsnæðismál öldrunar eru óleyst. Við vitum auðvitað að það er verið að vinna í því og sér vonandi sem fyrst til lands. Það er mjög mikilvægt að reyna að fá þarna einhverja lausn og vonandi tekst okkur það fyrir en síðar. Takk. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Ég gef orðið laust þessa fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar. Það er enginn sem kveður sér hljóð, það telst í fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að síðasta lið á fundardagskrá. En þar er að ræða fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 25. Nú þegar er búið að fjalla heilmikið af þessum málum. Það voru sérstaklega mörg skipulagsmál á dagskrá sveitarstjórnarfundar að þessu sinni. En ég ætla að gefa Guðmundi Frey formanni nefndarinnar orðið. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, forseti og ágætu fulltrúar. 25. fundur skipulags- og byggingarnefndar var haldinn í fundarsal Ráðhússins mánudaginn síðasta 7. júní og 25 mál voru á dagskrá. Og ætla ég leyfa mér að fara yfir þau atriði sem hefur ekki verið farið yfir. Þannig að hún er orðin þunn dagskráin og nefndarinnar sem áttir að fara yfir. Það er sem sagt, nefndin fekk kynningu frá skipulagshöfundum að vinnslutillögu, það sem er kallað vegna tillögu að breytingu á aðalskipulagi í Húsafelli. Og þær hugmyndir sem þar koma fram eru í takt við það sem við höfum áður rætt og heyrt, til dæmis varðandi aðkomuleiðir inn á svæðið, en það bætast enda við reitir fyrir íbúðarhús vegna vaxandi starfsemi þarna upp frá. Það var rætt athafnasvæðið á Sólbakka, en árið 2019 þá samþykktum við breytingar á deiliskipulagi þar sem að 2 stórum lóðum var skipt upp í minni og við þá breytingu voru lóðarmörk leiðrétt. En þessi breyting í rauninni felur í sér aukinn kostnað vegna gatnagerðar sem á eftir að taka inn sem sagt við úthlutun lóðana þar sem þarf að reikna út gatnagerðargjöldin. Í rauninni fól nefndin bara skipulags- og byggingadeild að vinna áfram með málið, þessa endurskoðun þá deiliskipulagsins á Sólbakka. Nefndin fékk til sín beiðni leiðréttingu á staðsetningu minja á skipulagsuppdrætti í Þórdísarbyggð 20. Er að ræða vörðu, en með leiðréttingunni þá hliðrast byggingarreitur örlítið til innan lóðar og nágrönnum verður gert kunnugt málið. Við fengum kynningu á máli sem er í vinnslu hjá sviðinu eða deildinni, þar sem er að ræða sumarhús í Hjáskjólabyggð.
þar sem er verið að sækja byggingarleyfi fyrir viðbygging á sumarbústa. Nú það er í gildi deiliskipulag á svæðinu frá 1991, þannig að það er orðið töluvert gamalt og það er meiningin að vinna málið áfram í samvinnu við landeigendur og lóðarhafa á svæðinu og var skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram. Þá barst nefndinni fyrirspurn frá íbúa í Borgarnesi að fá leyfi til þess að setja upp heimahleðslustöð fyrir rafbíl við heimili sitt. Engin bílastæði eru á lóðinni og því þyrfti að setja upp stöð á almenningsbílastæði og myndi þá bílastæðin vera merkt íbúum. Og nefndinni þótti ekki réttlætanlegt að úthluta einstökum stæðum á almenningsbílastæði til einstakra íbúða og það eru mál sem þessi sem að geta orðið talsvert fleiri bara með orkuskiptunum og þetta væri þá fordæmisgefandi ef við myndum verða við þessari beiðni. Auðvitað viljum við öll taka þátt í orkuskiptunum en við þyrftum að finna eitthvað lausn sem gæti gengið jafnt yfir alla í svona tilfellum. Nú, við erum búin að nefna endurheimt votlendis hérna og hitt máli sem kom ekki þá til afgreiðslu áðan, það er varðandi endurheimt á Brúarlandi og svo framkvæmd var ekki metin framkvæmdaleyfi skyld þar sem að það eru engar líkur taldar á því að hún hafi áhrif á nágranna. Þarna er svæði sem að stendur bara við Árbakka og engin stendur í rauninni fyrir neðan þetta svæði, þannig að þetta var bara voru jákvæð þarna. Fjallað var beiðni umsókn vegna endurnýjunar rekstrarleyfis fyrir eldisstöð í Húsafelli. Starfsemin er í rauninni og verður í rauninni óbreytt en orðalagi í rekstrarleyfi verður breytt og skipulagsfulltrúa var falið að gefa umsókn til Skipulagsstofnunar. Fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er enginn sem kaus ljós. En kæru fundamenn, þá er dagskrá fundar tæmd og forseti þakkar sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar og málefnalegar umræður og starfsmönnum fyrir sitt framlag og segir þessum fundi slitið.